Jæja, góðan daginn, við erum mættir hérna bræðurnir í enn eitt vídeóið og í dag ætlum við að fjalla verkefni í kynjafræði sem fjallar staðalímyndir í auglýsingum og samfélagsmiðlum og í hvaða formi kynin birtast í auglýsingum, kvikmyndum og you bara name it. Og verkefnið þannig ætlum við fyrst að svara hérna 5 spurningum og síðan ætlum við að taka 3 auglýsingar sem lýsa neikvæðu formi á staðalímyndunum. Ok, það ekki bara að fara í fyrstu spurningu og það hvernig birtast kynin í fjölmiðlum mismunandi hvernig þeim lýst. Og Rúnar, hvað segir þú við því? Góð spurning, takk fyrir spurningum Bjarni. En þú veist, kynin sjálfsögðu birtast á mjög ólíkan hátt í fjölmiðlum. Það oftast þannig að karlar oft sýndir sterkir, sjálfstæðir, ráðandi og vel staddir fjárhagslega. Leiðtogar. Þeir eru svona hetjurnar og lausnamiðir og svona leiðtogar. Og kannski í fjölmiðlum konur oft sýndar bara sem eitthvað svona augna konfekt. Já, það ekki. Aðlaðandi, tilfinningaríkar, næmar. Já, þú veist, eiga bara vera þarna til að það sé hórt á þér. Það eiga bara vera þarna fyrir áhorfendurnar. Og svo þær eru oft sem eru karllægt sjónarhorn, að þá þetta sett upp svo að karlar vilja horfa á þetta. Já, þær eru oftast sett í svona hlutverk kærustu eða móðir eða kynveru, sjaldnar sem leiðtogar eða sérfræðingarnir. Já. Það var bara spurning 2, Bjarni. Og það hvaða staðalímyndir kynin eru áberandi í fjölmiðlun og auglýsingum líka. Að sjálfsögðu, við erum líka að tala auglýsingar. Þannig að ef við bara tala fyrir konur, þá það númer 1, 2 og 3 það eiginlega útlitið. Falleg, ung, leggja áherslu á kynþokka. Og oft í einhverju tagi tengt körlum. Að vera, já, það eru alltaf karlar sem eru þarna mjög stutt frá. Þegar konur hlut. Og fyrir karlana, Rúnar, þú veist, þeir vera svona harðir, sterkir, sýna engar tilfinningar, afkastamiklir og stjórnsamir og jafnvel stundum í sömu auglýsingum svona ofbeldi oft svona ofbeldisfullir, sýna svona alfahegðun og þeir svona vera að ná í konurnar, vera svona prinsinn og ná í konurnar. Okay. Þannig já, þetta svona okkar skýring á því. Það var bara spurning 3 og þá hvernig geta fjölmiðlar haft áhrif á sjálfsmynd og væntingar fólks til kynhlutverka. Bjarni, take it away. Að sjálfsögðu hafa fjölmiðlar áhrif á sjálfsímynd og væntingar fólks. Þegar bara sérstaklega ungt fólk sér endurtekningu af því sama og sama aftur og aftur, sérstaklega karlar vera alltaf sterkir og já, konur vera mjóar og fallegar og bara ekki neitt á að vera að. Þá halda þetta sé bara raunveruleikinn og þetta sé alltaf svona að við sjá þetta aftur og aftur í fjölmiðlum og í auglýsingum, þannig að það hefur það bara mikil áhrif á hvernig fólk hugsar, lítur sjálfan sig og bara, já, hagar sér. Það sé bara þetta í sjónvarpinu og heldur þetta sé normið, sem náttúrulega ekki satt í fólk getur verið alls slags og það bara, já, allt í lagi með það. Vel orðað. Okay. Spurning 4, sem herra Rúnar þarf að svara. Hafa orðið breytingar á kynjaímyndun í fjölmiðlun á síðustu árun, ef svo hvernig? Að sjálfsögðu þróast öll mál og sem betur fyrir eru mikilvæg og jákvæð þróun á annan hátt. En það jú að fyrst og fremst að konur ekki lengur bara sýndar sem einhver augnakonfekt og kynvera sko. Það eru núna sífellt ofta sýndar sem sterkar og sjálfstæðar og eða bara venjulega manneskjur. Já, bara, og í leiðandi hlutverkum. Og núna með karlmenn í auglýsingum og bara kvikmyndum öllu, þeir eru að sýna tilfinningar, þeir mega vera berskjaldaðir, þeir mega vera næmir. Það bara alltaf lægi. Já. Og líka trans og non-binary og hinsegin einstaklingar að fá meira pláss og sýnileika sem sjálfsögðu jákvætt því að þá geta ungt trans og non-binary fólk og hinsegin fólk átt fyrirmyndir sem eru sýnilegar í samfélaginu, í fjölmiðlum og því háttar. Þannig já, sem betur fyrir verið að brjóta upp þessar gömlu staðalímyndir. Það var spurning nr. 5. Hvaða áhrif getur hlutgerving kynjanna haft á einstaklinga á samfélagið? Sko, fórum aðeins yfir þetta ekki, Benni? Jú, við erum bara búin að fara yfir þetta í hinn spurningunum, sko. Þetta bara, já, með væntingarnar og konur eru bara hlutgervingar í auglýsingum. Þetta bara hvernig konur eiga lítið út og haga sér og kallar eiga lítið út og haga sér. Þetta bara nokkurn veginn þannig. Sem við erum að tala um. Og síðan ætlum við að senda link með auglýsingunum sem eru með neikvæð áhrif á staðalímyndir og já, þannig að þú færð það með vídeóinu, þannig að já, bara þetta var að segja 1000 takk fyrir okkur. Ég vona að þið hefði lært eitthvað nýtt af þessu.